Herra, það bara raskilling í Keflavík. Já, þessi lokatölur segja nú ekki alveg til leikinn. Þetta var hörkuleikur og spennandi leikur. Það er svona síðustu mínútur sem við svona næstingum af, þannig að það er kannski ekki alveg rétt mynd á leikinn. Þið að senda ykkur skilaboð hérna fyrir stóra leikinn? Auðvitað erum við hann svona bakveira, þannig að auðvitað hjálpar okkur þetta, þessu úrslit. Þetta hjálpar okkur svona eins og upp á sjálfstöðstu, en þegar það er komið í þann leik þá er það bara ný leikur og byrjar 0-0, þannig að þá hjálpar þessi leikur ólega lítið, en kannski í þeim undirbúning fram á þeim leik, þá hjálpar okkur sjálfstöðslega að við verðum bara að vinna Keflavík í vetur. Hver eru áherslurnar þínar áður og mætir inn í kvöld? Það er svona alltaf svipað, bara að hugsa það sem við stjórnum og einhver svona nokkuð taktískt atriði, hvernig við ætlum að leysa pressuna þeirra og svæðisvörn og annað og varnarleikur. Þannig að engin svona eitthvað sérstök leyndarmál. Hver fannst þér munurinn vera á liðunum inn í kvöld? Já, atriðum. Mér fannst baráttan í Keflavíkurliðinu vera mjög góð og þær börðust, en svona, ég veit ekki, við höldum haus lengur og höldum við út bara. Þannig að það er ekki að setja kannski fingur á það beint. Auðvitað munar líka mikið um Jalísu, hún er náttúrulega erfið við eiga hann inn í teig, varnarlega. Það er ekki auðvitað að skjóta yfir hana. Og varnarleikurinn okkar var eflaust betri en þeirra. Unnur kemur þarna inn fyrir þig og smellir heilum 15 stigum. Unnur var rosalega flott. Unnur er búin að vera meidd núna næstu í mánuð og þetta er fyrsti leikur sem hún spilar fullum krafti. Við svona rétt testuðum hana á móti Grindavík. Þannig að hún er búin að spila mjög vel í vetur og frábært að fá hana aftur inn núna og spilaði alveg glimrandi vel í þessum fjórða leikum. Þá stígur vel upp þegar það fara svæðisvörnin, setur opið skot niður. Er þetta eitthvað sem við mögum búast við í bikarleiknum? Það verður bara hörkuleikur, það verður jafnt og það bara getur dottið hvorum meginn sem er.